Stjórnvöld segjast vera að breyta húsnæðisstuðningskerfinu þegar það er nefnt við þau að vaxtabæturnar séu mjög rýrnandi og þau séu að leggja stofnframlög og veita skattaafslátt af því þegar að fólk styrkir sig sjálft með því að taka lífeyrissparnað sinn og nota hann til húsnæðiskaupa. En það sem er í reynd búið að vera að gerast er það að húsnæðisstuðningur, útgjöld hins opinbera til húsnæðisstuðnings hafa verið að lækka stórlega. Hér sýnt sem hlutfall af þjóðarframleiðslu var í hámarki 2011, hafði hækkað í kjölfar hrunsins, en svo komið árið 2016 niður í 48 og við vitum að það hefur lækkað meira bæði 2017 og 2018 og í fjárhagsáætlun til 2023 gert fyrir enn frekari lækkun útgjalda hins opinbera til húsnæðisstuðnings. Og við verðum því að gjalda varhug við því þegar að stjórnvöld segjast ætla að auka húsnæðisstuðning og þetta er allt í þessu umhverfi það sem að bæði verð á húsnæði og húsaleigu hefur hækkað með fordæmalausum hætti. Einmitt þegar að stuðningunum var sem mest þörf var fyrir stuðningin á þessu sviði, þá hefur hann minnkað mest og með fordæmalausum hætti sömuleiðis. Og ég held að þetta og reyndar kemur til dæmis fram í skýrslu Gylfans Hóveka fyrir forsætisráðuneytið að þessi þróun hún hefur bitnað með meiri þunga á lægsta launaða fólkinu heldur en öðrum í samfélaginu.